Ganga endurfjármögnunarleiðir verktakana upp. Þetta kynnt sem frábær leið. Fyrir fólk með lítið eigið fé til að koma sér á markaðinn. Þú þarft bara að eiga 10%, svo farið 20% í verktakanum og tekur íbúðalánið fyrir restinni. Þetta samningur til 10 ára sem þýðir einfaldlega eftir 10 ár þá átt að borga út hlut verktakans með 70% endurfjármögnunarláni og ég fæ þetta bara ekki til að ganga upp vegna þess að það náttúrulega verið að mína reglur í dag. Í dag 70% endurfjármögnunarleiðir lán. Hvað ef að það breytist, þetta bara 60%? Hvað ef að þú ert veikur? Hvað ef þú næst ekki greiðslumati? Hvað ef við erum í óða verðbólgu? Það rosa margt sem gerist á 10 árum. Þannig að áður en þú veljur þessa leið sem kannski hentar einhverjum, þá myndi ég panta fund og biðja skotelt plan sem meiklaði stein og spyrja þessar spurningar sem ég hef ekki fengið svör við. Hvað ef ég næ ekki endurfjármagna íbúðin eftir 10 ár? Hvað ætli að gera? Verður selt ofan á mér eða verður endursamið og á hvaða kjörum á endursamið?